Komið sæl, kæru hlustendur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myndkaupa. Í dag föstudagurinn 21. nóvember 2025 og Bitcoin í $83.724 og hjá mér sestur Björn Haraldsson. Vertu blessaður, Björn. Blessaður sæl. Þetta síðast þegar við spjöllum saman, þá var Bitcoin í $94.000 og nú erum við einhverjum 11-12% niður frá þeim þætti og meiri sér að þannig að okkur samt örlítið létt að það þó búið að bánsa aðeins frá því að við tókum lunch áðan þegar við sáum þetta í 80.600 og hvað segirðu? Hvernig ert að ná utan um þetta allt? Hvernig líður þér bara ef við byrjum á því? Ég hef það bara ágætt, sko. Já, það þú veist, það er þannig þegar þú ætlar að vera lengi í kryptó. Já. Þá verður að geta tekið svona sveiflur, sko. Já, einmitt. Þú veist, og ég er ekki að segja að ég sé ánægður. Nei. En, þú veist, þetta er bara það sem er í gangi núna og bara, þú veist, og maður verður bara að taka því og vona að það kemur dagur sem þetta fer alveg á stað, það er bara spurningum hvenær. Já, sko, við vorum að ræða saman á hann og þú veist, við erum alltaf að innbyrða kryptóefni en maður er búin að gera það af svona meiri ákefð núna í þessu droppi heldur en oftast nær áður því að maður er bara búin að gera kröfu á sig að maður að minnstakosti geti greint til hlítar hvað helstu greinendur, hvernig þeir að ná utan um þetta og maður er búin að ég er búin að vera bara síðustu daga að hlusta á Lina Alden, mér að vera ágætis efni sem kom frá henni, Michael Saylor, Raupal, Tom Lee. Ég er búin að fara í svona líka áttir sem ég kannski ekki verið að sækja, ég var að hlusta á viðtal við mann sem ég man ekki hvað heitir en hann yfir sem sagt hann hjá Coinbase yfir sem sagt institutional deildin, þetta umlega gaurinn sem að setja sniður með þessum stóru institutional kvölum. Okay. Það samt sem áður þannig að rauði þráðurinn finnst mér hjá öllum eitthvað veginn gríðalega vonbrigði, þetta búið að koma gríðalega óvart. Ég get ekki sagt heiðarlega að ég skilji nákvæmlega hvernig stendur á þessu en svo eru svona ákveðnar tilgátur og við ætlum að fara yfir þessar tilgátur og segja svo svona hvað okkur finnst. Já og sennilega það bara þú veist eðlilegt að vera svolítið ringlaður í þessu því eins og við ræddum líka síðast sko að þú veist það hefur alveg verið eins og bara ef þú væri að hlusta á fyrstu þættina sem vorum að spjalla saman og þá vorum við ofta að vitna í bara svona söguleg samingi, þú veist, síðasta bullmarket og þú veist, þetta gæti verið einhvern veginn mismænd en svona ótrúlega samt einhvern veginn gat maður nota söguna til að spá fyrir framtíðina og þú veist, og þar á 4 ára fresti, október og nóvember, bara geggjaði mánuður, bara allt upp og bara sagan bara allt önnur í dag, þannig að þú veist, ef það einhver tíman sem þú veist, þú getur farið í sjokk á morgun tímapunkti þegar það farið niður. Þú getur farið í sjokk þegar FTX og það allt saman þannig að hrundi. En á sama tíma það sem öðruvísi núna að það erfiðar að einhvern veginn skilja þessa hluti að því það bara eins og einhvern veginn þessi markaður hafi bara breyst svo ótrúlega mikið og þar á meðal bara verðsveiflurnar sko. Já, og ég var að hugsa sko ég var að hugsa þess í gær og í morgun af því að það ekki svo langt síðan, það ekki nema einhverju mánuðir, 6 mánuðir eða svo sem við fórum í gegnum með langar að segja rúmlega 2 mánaða ferli þegar við vorum með að halda út þessu hlaðvarpi þegar það var þessi sem við kallaði þessi svona stutti bjarnamarkaður sem varði frá lóki janúar til einhvern tímann í apríl, maí, eitthvað svoleiðis. Já, og í þeirri tölfræði þá vorum við 44 daga að fara niður þangað við botnu. Já, einmitt, og við erum konið 47 daga held ég núna sko. Einmitt. Og sko, ég var að hugsa að því að
verðmiðin á öllum þessum myndum var talsvert lægri þá en núna. Ég meina Bitcoin fór hana eitthvað undir $78,000, Solana fór rétt svo undir $100, Ethereum fór í $1,400 eða undir $1,400 og nú þetta, þú veist, Bitcoin var að bánsa núna og hann í 84 en já, fór nálægt 80 núna, Ethereum samt í eitthvað 26, 27, 28, Solana eitthvað 125 eða eitthvað. Samt viðurkenni ég að mér líður eitthvað veginn, mér finnst þetta miklu meira áfall fyrir markaðin núna heldur en þá og ég var að hugsa af hverju það og ég held ég sé algjörlega með svarið við því að það annars vegar, það var svo mjög skýrt narratív hana fyrra árinu. Þetta byrjaði með tollunum hjá Trump og allir markaðir fóru svakalega mikið niður og við vorum bara að fylgja öðrum mörkuðum. Ofan á það líka að það voru við bara búin að eiga mjög gott ár 2023, mjög gott ár 2024, byrjuðum árið 2005 vel og svo fór þetta niður og það var svona eðlilegt eftir svona langt rally upp að taka smá leiðréttingu niður. Þannig að þú veist, það var ekkert tilefni til þess að vera eitthvað hræddur, sko. Nei, er það ekki líka þannig að þú veist að því að við erum hérna í janúar, febrúar, mars, apríl þá einhvern veginn svona var svo auðvelt einhvern veginn að trúa því að markaðan... Þetta væri bara leiðrétting og svo var þetta að fara aftur upp. Já, en núna að því við erum í rauninni þessum x mörgum dögum eftir 1000 og eitthvað dögum eftir helminguna þá þetta tímapunktur sem að... Nei, við erum ekki 1000 okkar dögum eftir helmingunum, 1000 okkar dögum frá botninum síðasta 2022. Við erum allan á þessum tímapunkti þar sem að við búumst alveg við að markaðurinn hætti að toppa og fara síðan að staðið bermarkað. Þannig að spurningin komið fullblón bermarkaður kemur með þessu núna sem kom ekki með þessu á þeim tíma líka. Þetta er það og þetta líka bara það að það hefur verið svo mikill skortur á narratífi til að skilja þessar lækkanir og við ætlum aðeins að fjalla svona hvað Lynn Alden og þessi sem hann að þú sendir á mig, ég man ekki hvað hann heitir en maður oft heyrt hann tala og þetta fleiri hafa nefnt þetta sem hann að tala með strategy verði ekki tekið með S&P 500 við fjöllum aðeins þetta en sko við kannski byrjum bara á því að mig langar svolítið að byrja að fjalla Lynn Alden. Mér finnst hún vera einn af svona betri greinendunum og hún kom fram með svona, þetta var með mjög nýtt efni, ég held 2 daga gamalt að þar sem hún að miðla svona sinni þekkingu og sínum skýringum á þessu og fyrsta sem hún segir bara við erum bara átt okkur á því sem kannski svolítið áhugavert og þetta ekkert sem hún segir eitthvað óumdeilanlegt hún engin handhafi sannleikans frekar en hver annar sko. En hún segir þessi 4 ára hringrás algjörlega að baki það svona búið að vera kannski vonbrigði að global liquidity eða peningamagn í umferð í heiminum hefur ekki verið eins mikið og við höfum gert ráð fyrir að yrði á þessum tíma og hún vil reyndar líka færi rök fyrir því að mögulega hafa þetta 4-year cycle concept sko meiri sé að vera að baki síðasta ring nema þá hafi bara það haldist algjörlega í hendur við global liquidity sækólinn sko. Já, og maður gæti tekið þá umræðu sem svona eitthvað nýja umræðu verið að skýra markaði núna en þegar ég var að hlusta á Lynn Alden þá rifjaði upp í byrjun á þessum svokallaða búlmarkað sem ég ætla að kalla að þá hlustaði á Ralph Paul og hann var að færa rök fyrir því að rauninni hefðu við aldrei beint verið við værum að fylgja 4 ára hringrásinni en hluta til að því að svokallega business cycle sem þá peningar umferð líka og svo framvegis væri á sama tíma þannig að þá var hann að segja rauninni að
að það færi rosalega eftir hvernig sú þróun yrði, hvernig markaður myndi þróast, hann styttri, hann lengri, hann svipaður. Einmitt. Já, einmitt sko og þú veist og hún hugsaði samt, hún sagði líka og ég get alveg tekið undir það, hún sagði þú veist ástæðan fyrir þetta svona gríðarleg það svona gríðarleg sársauki á kryptómarkaðnum að talsverðu leyti vegna þess að væntingar eru óraunhæfar og þetta svona þetta enska orð sko entitlement sko að manni finnist maður verðskulda einhvern svakalegan bólamarkað og hún sagði bara þú veist það verðskuldar engin bólamarkað skilur bara ef hann kemur geggjað sko en Ég finnst smá ég verðskuldi bólamarkað. Já, ég er Það tilfinning í rökin. Ég get alveg tekið undir það en þú veist þannig að hún segir sko ok, þú veist ég reikna með því að Bitcoin nái hæstu hæðum á næsta ári og ef ekki á næsta ári þá árinu 2027 þannig að þú veist hún raunverulega og líka benti á sem var líka svolítið áhugavert sko að sagði að þú veist nú var komið svolítið mikil bylgja jável bara svona meginstraumsbylgja þar sem fólk var að kaupa Bitcoin og kryptó ekki af því að það hreifst af þessum grundvallar atriðum sem umlíkja þetta konsept, þú veist að það sjálfstæði einstaklingsins í fjármálum, það þessi dreifstýratækni og milliliðalausa og það það engin peningaprentun og svo framvegis heldur bara, ég að kaupa þetta vegna þess að það að koma svo mikið fjármagn frá þessum kaupallasjóðum og ég með væntingar að þjóðarsjóðir annar ríkja byrja að kaupa þetta og ég staldraði svona pínu við þetta þegar hún sagði þetta, ég sagði, ég meina, ok og hún var eitthvað svona lýsið verið svona hvað sé ég, vonbrigðum gafar þáttakandu markaðins, bara þú átt ekki að vera að kaupa þetta á þeim fórstum heldur áttur að kaupa þetta af því að þú hrífst af grundvallar atriðum Bitcoin. Sem samt Já, ég staldraði svona pínu við þetta þegar ég, þú veist, skiluru ég alveg sammála, þú átt að hrífast upprunalega af konseptinu út af þessum grundvallaratriðum ekki bara væntingar einhverju annars ég að fara að kaupa því þá einmitt ertu bara komin í eitthvað, þú veist, túlíbana konsept, sko en ég staldraði svona pínu við þetta ég sagði, ok, það samt, mér finnst það ekkert þú veist, hvað ég segja mér þetta ekkert rámt að einhver tíma að setja kaup sín í Bitcoin af því þeir vita að það að fara að koma þú veist, skilur, BlackRock að fara að koma inn í þetta og rekna með að ríkissjóð Bandaríkjanna fara að kaupa sér Bitcoin eða einhverju þjóðasjóður í Miðausturlöndum eða hvað en ég skil samt pínu alveg hvað hann að fara. Já, en svo, eitt svona sem skjótt inn í þessum manns þegar þú ert að segja þetta ég hlusta á viðtal við annarkvort Grant Cardone og Michael Saylor Nei, það var ekki þetta það var á Crypto YouTube channel Alcon Daily hann svona mörgum þess að vera gjaldgengur sem opinion maker í hennar þátt en ok þeir eru bræður, sko, Cardone bræður sko, sem eru saman með sjóða, þetta var annarkvort þeirra Þú ert örugglega að tala saman mann og ég Er það ekki? Þetta svona influencer, hann tók viðtal Michael Saylor nú daginn hann svolítið spaðið sig gaur Ég að tala já, ég kannski hann alltaf, hann svona einn af þeim sem segir sko, fer væral á netinu fyrir að segja að maður að ströggla með eignast peninga ef maður nýskriðin á 30-aldurinn þá ef maður bara byrja að kaupa sér 10 fasteignir og leiða þær út Þetta svona þannig úti, sko. Þetta er rugla bara út frá því að Þetta örugglega ekki hann, en ég veit alveg hins vegar hvað Grant Cardone hann var að taka viðtal Michael Saylor en skiptir ekki máli allavega, þú veist, það var svolítið áhugavert í þessu jú, þetta er Grant Cardone okay. Sem með eitthvað sjóð svona hann moldríkur, sko, ég veit það þeir með eitthvað sjóð sem þeir að blanda saman eitthvað real estate og bitcoin og eitthvað svona, sko hann með einn þriði bitcoin og einn þriði fasteignum í sjóð hann var einhvern veginn að hneyksla svolítið á bitcoinur sem ekki alltaf að segja við þig þú þarf bara að stúdira þetta hann sagði ég veit ekki hvað ég veit marga aðila sem að nenni ekkit eitthvað stútir eitthvað, þeir vita bara einhver að fara að hækka og kaupa það, ákveður þarf maður endilega að stútira það ekki nóg að vita að það sé að fara að hækka en ok, ég er ekki að segja það þú veist, ég hefði sennilega ekki
hrifist af Bitcoin nema ég var að stúdera það. Já, einmitt. Þú veist, maður getur sagt að það sé kannski að jákvæða í þessu að þú veist, ég var að hugsa þetta einmitt, ok, nú erum við að halda út í þessu hlaðvarpi og það svona the stakes are getting high, getur maður sagt, þú veist, fólk með drjúgan hluta af sparnaðan sínum í þessu og við erum svona fólk sem deilum sömu viðhorfum, sömu skoðunum á þessum eignarflokki og jafnvel að mörguleiti sama worldview að einhverju leiti og þú veist, ég sé kannski smá svona fegur eða eitthvað í því að þú veist, þetta ótrúlega brútal að gangi gegnum svona dropp og ég ætla ekki að reyna að fegra það, þú veist, og ég ætla ekki að segja að ég sé að njóta, ég segi nú svipa eins og þú veist, ég ágætur en þetta er sannarlega ekki gaman og þetta er ekki það sem maður átti von á en ég sé þó smá kost í því að svona þeir sem halda sjó í gegnum þetta það verður helviti þéttur kjarni það verður kjarni einmitt sem ekki bara með þetta ég ætla að kaupa þetta út af því að ég held að það væri að fara að koma eitthvað tsunami af kapital á Wall Street eða eitthvað þjóðarsjóðar, þú veist, það kjarnin sem virkilega trúir á þetta og sem búin að ég ekki að segja að þú eru að stúdera þetta í mörgundur klukkutíma og ég meina áhverða Grant Cardone hafi sagt þetta því að þó ég sé nú ekkit endilega mikill aðdándi þessa manns þá ég sem alveg sé svona klippur á hann og ég veit alveg ég held að hann skilji Bitcoin alveg svona í svona grófustu grundvallar atriðum sko en fattar aðeins hvað ég að fara sko að svona þú veist nú erum við aldrei saman í þessu ströggli sem þessi markaðar akkurat núna og þú veist tímar sem þessir, þeir skera bara úr þú veist, hefur þú trú á þessu til lengri tíma ekki. Ég skil alveg mæta vel þú veist, fólk sem skilur var að komin 2020 og held kannski að þetta væri að fara í 250-300.000 eða eitthvað og svo gerist það ekki og að segja núna bara, ég ætla bara aðeins að þú veist, ég ætla bara að fá að kassa út ég búin að áttfalda peningi minn, áttfalda sparnaði minn og ég vend alveg trú á koncepti. Ég skil það alveg, mér finnst leiðilegt að sjá fólk panikselja þú veist, sem var að koma inn í 110, 115 mér finnst það rosalega leiðilegt og sérstaklega því að það fólk að sennilega margi hverjir að selja í tappi því að þú veist já, ég að tala þann hóp skilur en þú veist, ég skil það alveg ég dæmi fólk ekkert fyrir að gera, ég bara segja mér finnst það leiðilegt en við skoðum til dæmis bara short-term holdera í dag sem þá þeir sem búin að eiga keiftu Bitcoin innan við síðust 6 mánuði þeir eru núna í meira tapi heldur en short-term holdera tölfræðin hefur verið síðan FTX krasaði. Ok, og það gæfi þá almennt til kynna hvað? Ég velti verið mig hvort það gæfi til kynna að það, þú veist Sumir myndu örugglega segja að það gæfi til kynna að menn ekki bara að margir ekki bara að selja þeir eru alltaf að bíða eftir að fara upp fyrir Já, en maður veit samt ekki maður veit ekki með short-term holderana sko. Það fer svolítið eftir hverjir þessi short-term holderar eru sko. Já, vissulega Eitthvað sem er búin að vera lengi þá munu þeir kannski bara taka þetta á kassan einhvern veginn sko. En ef þetta er eitthvað sem er nýkomin inn þá er þetta bara sett út í hvað er komin í að selja sko. Ég veit það ekki hvað Já, nei, þú veist, þetta er Það segir allan að við erum í svona oversold territory núna, sko Já, ég held að sé engin Það er svo sem ekki Nei, það er bara máli, við erum búin að vera í oversold territory svo lengi Þú veist, og nú verðum við bara að horfast aldrei í augu við það að einhver veginn, þú veist, ég viðurkenni ég veit að það er, þú veist það er svona mjög lítið til að styðja sig við en engar sér, ég ætla samt bara að fá að segja þó að sé ekki nema bara tilfinningulega það var alveg smá léttir að sjá þetta bounce þó þú veist, fara, þú veist, það var bara búið ég var búin að fylgjast með þessu í morgun það var bara búið síga niður án þess að fá nokkuð support var komið í 86 þegar við vorum að klára lunsin og ég hugsaði bara, ok, við erum að fara undir 8 við erum að fara að taka upp þetta hlaðvarp og ég að fara að kynna þáttinn í 79 eitthvað svoleiðis 80,6 Við vorum í 80,6 og svo fáið þó þetta bounce þú veist hvort sem það hefur verið jável bara einhverjir short positions að loka stöðun og taka profit, ég bara veit það ekki og svo bara óþægilega við þetta er að við höfum séð þetta svo sem alveg síðustu dag Já, við sáum þetta bara núna í hvað? Nei, fyrradag sáum þetta þá kom alveg ágætlega sannfærandi bounce þannig, þú veist, fórum í 88 cirka og svo upp í hvað 93 eitthvað og maður hugsaði, ok, þú veist ef þetta væri botnin, ef þetta hefði ég hugsaði bara,
ef þetta var botnin sem maður hefur ekkert neina hugmyndum, þá myndi þetta lítið eitthvað einn svona út, þú veist, það kemur eitthvað botn, svo kemur alveg hresslegt bounce, en svo bara droppar það niður aftur og þú veist, eitthvað $13 sko, en en þú veist, og þess að segja sama á skapbóki, þegar ég segja mér finnst leiðilegt að sjá fólk panik selja, það samt ekki þar með sagt að það mun ekki geta spilast vel út sko, því að við verðum bara að vera algjörlega heiðarlegir, sá sem allar að sitja hér og segja bara nei, þú veist, 78K er ekki að vera að falla. Ég sagði sér þetta, ég held að 78K sé ekki að vera að falla, það var þess að ég sagði í góðri trú sér þetta, ég þór ekki að segja það núna sko, eftir þetta. Nei, meina, þú veist, við fórum svo ótrúlega nálitt í bara núna í áðan. Bara núna rétt áðan og for all we know bara þegar við klárum hérna þátt sko og tjekkum á hvað gengi sko, þá geta þess að verið komið aftur í þessi verð sko. Já, ég var að skoða eitthvað svona, ég var að skoða eitthvað tölfræðin á hérna Polymarket sko. Já. Það sem að hérna var að spá hvað við getum farið neðarlega sko. Já. Þú veist, 49% segir niður fyrir 80, þú veist, 17% niður fyrir 70, hérna 10% niður fyrir 60, 6% niður fyrir 50, en það er ekki boðið upp á neitt. Neðar, því við erum þetta búin að fara niður fyrir 90 sko. En þú veist. Og hvað, þetta er þá miða við ekki end of year, þetta er vantarlega að það verður að vera eitthvað tímara með á þessu sko. Það er alltaf eitthvað tíma, getur næstu 12 mánuðum eða ég vil end of year, eitthvað svo leiðis. Já, fyrir desember, 31. desember. Já, ok, fyrir loka árs. Já, sko... Já, mér að þú veist, já, þannig að það er ekki hægt að horfa fram hjá því, og ég held að verðum bara að segja, við höfum rætt svona, komið bear market. Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að það er alveg fullt af indikatorum sem segja bara, það er komið bear market. Þú veist, við fórum niður fyrir hérna 50 daga... Það er ekki að tala um 50 vikna moving average. 50 vikna. 50 vikna moving average, já. Það er 50 week moving average. Já, við fengum þetta death cross og við höfum ekki náð að bánsa upp úr því eins og væri kannski það sem að væri svona relief. Og bara til að hlustundu skilja að maður tala 50 vikna moving average, þá tala meðalverð Bitcoin síðustu 50 vikur, þá tekur meðalverði síðustu 50 vikur, þá er það eitthvað x tala og það er almennt út frá svona tæknigreiningu mjög beris eða fyrir undir það. Og ekki bara beris, það er bara svona hefur hingað til verið bara mjög ábyrgur einhvern veginn indikator að við sem komin í bear market. Já, einmitt. Auðvitað er það þannig að það er ekki með death cross, það er alveg 55% fyrir við upp á einhverjum x tíma en þú veist það er líka svona margt sem bendir til þess að við verum að fara töluvert mikið neðar og við verum að fara að testa þetta 200 daga, eða ekki, 200 daga, 200 vikna, og hann er rugglaður í þessu. Það er 50 vikna, 200, það gæti verið að sé 200 daga líka, ég er ekki nóg glöggur í teknikreiningu, en ég veit alltaf að þeir er með alltaf 50 vikna moving average, og ég held svo að sé til 200 week moving average sem últra langt. Og ef við testum það, þá erum við að fara kannski niður í 55 eða eitthvað. Já, það líka stemmir, það sé... Og þú veist, við erum á þessum tímapunkti sem að við ferum niður, þú veist, það er bara, ef þú ert TA maður og ert að skoða þetta, þá eða bara úr söguleg sammingi, þá myndi ég segja bara, við erum í bear market. Og þú veist, og við erum allavega í short term bear market. Já, það var þessi hugsað, ef þetta er í botni núna og við förum upp, þá er þetta örgulega búið það langu tími og svona það hróttalegt að maður myndi örgulega bara svipa eins og maður gerir með hérna tímabilið hann frá, ég var að segja februar til apríl sko, hérna á þessu ári, að maður talar um að sé mini bear market, maður myndi gera saman með þetta. Já, og þú veist, full-blown bear market, hvað vantar upp á þessi full-blown bear market? Það er þetta sem við stöðum síðast, við erum ekki búin að fá blow-up top, það er ekki búið að vera eitthvað svona svakalegt sem gerði sem ekki bara keirir þetta niður, þannig sé, 10. kannski sem við höfum rætt hérna. Já, við ætlum að ræða það betur, því að það er Já, við fengum aldrei á Alcon season, sko. Nei, einmitt, sko, kannski ágætt að fyrir núna yfir í þetta með 10. október, af því að ég einmitt rætti aðeins hér og ég hef alltaf haft á tilfinningunni á þess að ég endilega hafi, þú veist, haft endilega eitthvað hnausþykk rök fyrir því, sko, en hérna, ég hugsaði að því að þú veist, að kemur þetta bara óraunverulega dropp 10. október, hérna síðastliðin sem við gerðum góð skil hérna og mér fann svona dálítið uggandi hvað allir voru eitthvað strax orðni bara svona búlis aftur
og fóru bara strax að tala já, þetta hefur alltaf verið í öllum svona bólamörkum, það kemur svona liquidation hérna, hreinsun og maður bara svona en þú veist þetta var bara miklu meira þetta var svo, ég meina þetta var bókstaflega 10 sinnum meira heldur en höfðum áður séð tæplega og þú veist, ég hugsaði sko þú veist, ég held eitthvað að við höfum aldrei náðu utan alla söguna hvað var það sem var að valda þessu og ég veit að þú sendir mér þessa greiningu það var annar svolítið áhvert, þetta er greinlega vídeo sem hefur svona farið víða því það var annar að senda mér rétt fyrir þáttinn þetta vídeo sem þú sendir mér og ég sagði svona veist, ég var búin að horfa á þetta vídeo en við munum fjallum þetta núna sko en ég kaupa ekki að þetta skýri þetta til hlítar en sem sagt ein skýringin er svo sem er að valda þessu svakalega droppi núna og líka skýri það að það er þó þannig að í þessu blóðu að droppi núna þá eru altcoins búin að halda sér svona sæmilega vel sko ég veit að það er erfitt að segja þegar maður er að tala um Solana í 120 og hvað en það er samt hlutvalslega búið að vera að droppa aðeins minna en Bitcoin frá því að þetta dropp byrjaði eftir að var komið undir 100k og einskýringin sem er núna menn er að hérna halda fram er að það er fullt af kryptósjóðum sem eru starfræktir út allan heim sem er að taka gíraðar stöður og svo framvegis lent í alveg gríðarlegum áföllum þennan 10. október 2025 og þeir séu núna að þurfa að selja alveg gríðalegt magn af Bitcoin og Ethereum af því að það hefur verið helst svona stærstu spot eigninar þeirra, stærstu skuldlausu eigninar þeirra og það skýri af hverju Bitcoin og Ethereum eru búin að vera að droppa á svona hressilega en að því venjulega væri, þú veist, ef það hefði sagt mér bara hver Solana var þegar við fórum fyrst undir 100 og svo segja að við værum komin hérna þú veist, rétt rúmlega 80.000 þá var maður alltaf haldið að Solana væri komið vel undir 100, skilur því þannig virkar þessi markaðar almennt að þessi droppið í altcoins er svo það er svo stigmagna frá droppin í Bitcoin þannig að þetta er ein skýringin og mikið af þessum aðilum eru svo kallar market maker sem að rauninni hafa svona, hvað að segja slett einhvern veginn provide liquidity inn á markaðin og einmitt útvega hérna fjármagn og svona dýft á sko bækunan greiðing sem ég þetta vísi sérstaklega hún var ekki ráð fyrir sko þú veist, jú, við vitum að market makerinn er lentu í vandræðum sko en hann, þessi ég var að tala um er að þetta eru fyrst og reynst sjóðir sem eru með stýringu í kryptó og þurfa þar leiðandi að selja af því að þeir bara þú veist, bara lentu í bara algjöru bara, þú veist, bara algjör svona blowout áföll sem jável munu margir hverjir ekki lifa þetta af sko. Og það var ekki mikið talað um þetta en það var samt strax þarna dagan á eftir þá var samt einhver svona lágtóna umræða þetta og ég held að við höfum svona einhvað talað um það að þú veist, allt þetta væri undir yfirborðinu ætti eftir að koma í ljós aðilar sem væri búin að lenda bara mjög illa í því og það myndi halda áfram vandamálið í kjölfarið sko. Já, einmitt. Við höfum bara heyrt um eitt sjóð held ég sem að hafa farið bara í þrot við þetta sko. Einmitt. En ég meina það hlýtur bara að vera þegar þetta er svona mikið að það er eitthvað svona eftirköst af þessu sko. Já, sko þá kannski kemur að þessu sem þú sendir á mig og greinilega greining sem er búin að fara víða hjá þessu kryptofólki er að hérna og ég ætla bara, þú veist kannski senda boltana að sér á þig, ég tekka fram að ég er svona, mér finnst það alveg áhugavert en hvort ég kaupi þetta skýrir þetta til hlítar sko, að það er sem sagt þessi skýring að ástæðan fyrir droppinu 10. október þessu bara eins og við fjöllum þetta hérna, fólki sem er ekki múin að hlusta á þann þátt kannski, eða er forritið og getur að hlusta á þáttin hérna sem fylgdi eftir sem næsti þáttur sem var birtur eftir 10. október að þá sko þá er þessi skýring að þá hafi legið fyrir bara daginn fyrir held ég þetta eða hvort það var samdægurs það var samdægurs það var samdægurs að þá
lá fyrir að svo ég fari nú rétt með smáatriðin í þessu að það er sett eitthvað fyrirtæki sem heitir, ég man ekki MCG það er allavega að risastóra aðili sem sagt er svona skapa leiðandi fordæmi fyrir aðra aðila sem er í hérna sama sektor sem er að hérna, já áður en það gerist þá liggur fyrir að MicroStrategy eða Strategy verður ekki hluti af S&P 500 og þetta fyrirtæki sem er að sjá að fjárfesta hérna, fjármagni, gríðalegu magni af hérna, fjármagni í vísitölur tekur fram að ef fyrirtæki verður með meir en 50% af heildareignum í Bitcoin eða öðru kryptó, sem þetta er eitt af þessum treasury companies, þá verður það ekki inklútað í þeirra fjárfestingar. Og það er ekki tekin afstæða til þess skildist mér á þessu fyrir 15. janúar. Núna? Já, það er verið að leggja þetta til, það er ekki tekið afstæði til hvort það verið farið eftir þessu fyrir 15. janúar næsta ári. Já, ok, ég skil. Þannig að þetta er enn svolítið skúp en hefur þá verið alveg svona svaka insider skúp. Já, því ég ætla þetta sé ekki svona tillögur frá þeim sem kemur fram í dagsljósi núna bara á síðustu dögum. Já, ég skil. En loka niðurstaða er ekki verið 15. janúar og ef það er einhver sem markaðurinn þolir ekki þá er það óvissa. Sko. Já, ok. Já, allavega niðurstaðan er svo bara, þú veist, ég byrst forláts ef ég er ekki með smátur en alvar hennu en ég veit þú eitt niðurstaðan er þessi að markaðurinn fær hann upplýsingar eitthvað lítill hluti markaðarins að Strategy fyrirtækjast Michael Saylor sem er að kaupa Bitcoin, bara langstærsta Bitcoin treasury fyrirtæki í heimi það verði ekki tekið með í S&P 500 vísitöluna og það mun hafa þær afleiðingar að gríðalegt magn af fjármagni frá allskins sjóðum, lífeyrissjóðum og öðrum, það mun ekki renna í Strategy af því að það eru svo margir sjóður sem operita þannig að þeir kaupa bara í stærstu vísitölunum. Þeir kaupa engin bréf sem eru fyrir utan stærstu vísitölunar. Þannig að þetta er svona mjög berisfrétt fyrir Strategy. Maður skjótaði bara inn í svona, þetta er greinlega menn að pæla í þessu því að meðan þú varst að útskýra þetta akkurat núna þá droppaði inn hérna SMS til mín frá einum sem hann er að senda mér nákvæmlega þetta myndband þessa kenningu. Þannig að menn er greinlega pæla í þessu. Ég er búin að vera að fá þetta líka. Þetta virðist vera eitthvað svona going viral sko og ég bara ætla ekki að en ok, mögulega er þetta svona risavaxið, það má vel vera. Ég var náttúrulega bara að heyra fyrsta af þessu narratífi í fyrradag eða gær eða hvernig það var. En það er rétt, maður er búin að þessi kryptóvinni mann séu búin að vera að senda manni þetta skýringin er þessi Strategy sem búið að vera að ströggla alveg gríðarlega niður 60% eða eitthvað tæpla á þessu ári og niður 61% frá því í sumar það verður ekki í S&P 500 vísitölunni ergo það mun verða af alveg gríðarlegu fjármagni á markaðnum það er að segja það verður ekki það mun ekki renna nærri eins mikil peningur í hlutabréfakaupin og það er bara búið að vera í frjálsu falli og það sem þetta hafi gert að verkum að allir þeir risastóra aðilar sem vissu af þessu þeir hafi byrjað að selja og losa sig við sína kryptóstöður með þessu mæli sem við sáum 10. október síðastliðin sem olliði þessu gríðarlega droppi. Ég bara ætla samt að fá að segja eitt og svo sendi ég boltan á þig hvað þér finnst þetta. Ástæður að ég get samt bara ekki keypt þetta er að þú veist og ég kaup alveg 100% að þetta hafi haft vægi sko, bara ekki spurning og við skulum heldur ekki gleyma því að það kom náttúrulega líka á sama tíma þessi orrumur hana að Trump ætla að setja 100% tolla á Kína, þannig að mögulega ef þetta verður eitthvað svona samlegar snjóbolta áhrif sko, þá get ég alveg trúa því en punktur minn er bara þessi að þetta verrun þarna á þessum tímapunkti þannig að kvöldi til á íslenskum tíma 10. október, þetta var bara ég segi svona 8-10 sinnum meira en við nokkuð tíman áður séð í kryptó og ég á bara rosalega erfitt með að trúa því að eitthvað svona hvað á maður að segja svona afmarkað mjög sérstök frétt sem náði til mjög fárra vissulega mjög stóra
hafi getað framkallað þetta gríðalega verðrun. Ég held alveg 100% að hafa haft áhrif, en ef þú ef ég fæ aðeins að kasta boltanum mér á því, hvert þitt take á þetta? Ég að mörgulegt alveg sammála mér þegar ég var að hlusta á þetta þá var ég svona bara mest bara pæla í þessu að þeir kæmist ekki inn í S&P og eitthvað svona og svo eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki hvort það sé einhvað þessum fyrirtæki sem hafa verið að kaupa eru þegar inn í einhverjum svona indexum þið þá, þú veist, hreinsaðir út úr því, sko, og þú veist, þá var þetta að tala að MicroStrategy myndi þetta hagna svolítið eða þú veist, myndi hækka svolítið á því að þá myndi allt í einu, þú veist, aðalega sem eru bara að kaupa í S&P vísitölunni vera raunverulega að kaupa bara ósjálfrátt í MicroStrategy. Þannig ég sá þetta meira þegar ég var að horfa á þetta fyrst, þá sá ég þetta meira sem svona, já, það svona áhugaverð frétt og einhvern veginn, hvernig hefur þetta líka bara áhrif á MicroStrategy. Ég sammálaður mörgulítið því, ég held að það sé svo margt sem hefur áhrif á þetta 10. og þú veist, ég trúi líka að menna að vera að grípa tækifæri til að reyna að keyra markaðinn niður að því að var mjög margir rosa gíraðir og þú veist, það alls konar og þetta var á föstudagskvöldi. Já, þú veist, það alls konar skrítið við þetta og eins og bara, þú veist, ég sammálaði, þú veist, eins og bara Tom Lee var að segja hvað þetta hefði gríðarlega mikið áhrif. Þetta hefði ekki þurft að fara svona því að þetta rauninni bara software-villur sem að gera það verkum að menn fóru ennþá verið út úr þessu og en að þetta hafi verið hluturinn sem að kerði þetta alveg niður. Ég með þér í því, ég set svolítið spurningamerki við og ég sammála það sem þú segir, áhrif, já, einhverjir, þú veist, hugsuðu, ok, þannig eitthvað sem við ætlum að bregðast við á undan öllum öðrum, en svona stóra málið, nei, ég ekki viss um það. Og sko, ég finna, þú veist, ég get sagt það að ég væri svo mikið til í að ég myndi fallast á þetta bara 100% bara já, ok, þetta skýrir þetta bara algjörlega. Ég finna að ég þrái svo mikið að komast að sannleikanum og niðurstöðunum bara til að ég geti eitthvað veginn, bara eins og maður taldi sér svo vel gera hérna sem sagt fyrra á árinu. Og þess vegna var maður rólegur, af því maður skildi hvað var að valda þessu og maður bara helt sjóður. Núna sem ég finna að trufla mig langmest, bæði fyrir sjálf menn líka vegna þess að við erum að halda út þessu hlaðvarpi, að maður næri ekki að skilja þetta til fulls. Sko, maður að reyna. Ég jafnvel með svona einas mögulega skýringu á hverju þetta var svona svakalega mikið ekki, já, allavega miklu meira heldur en hefur verið áður. Og það tala um 10. þá. Já. Og svo skýring kannski ekki eitthvað sem var að raunverulega gerast. Þú veist, ef við berum þetta bara saman 10. við kannski síðasta bullrun, þá bara miklu fleiri í dag að gíra sig mjög hátt. Af því að út af hyperliquid og... Já, þú veist, það eru miklu meira aðgengi að einhverju svoleiðis. Já. Kannski aðgengi án þess að þú sért með nafni, þannig að þú getur verið að reyna að hafa áhrif á markaðin á annan hátt án þess að það veitir hver það og eitthvað svolítið framvegir. Þú veist, það alveg áhrif á þáttur. Ekki spurning, en ég hef ekkert endilega að skoða hversu mikið var. Ég ætla nefnilega að koma með ákveðin counter-argument eða minnstakosti svona gagn spurningu, sko, að þú getur einmitt sagt, jú, að því að aðgengið orðið meira vegna sérstaklega hyperliquid, þar sem þú getur bara nafnlaust bara stofnað aðgang og tekið 100x gírun eða ég vil meira eða eitthvað. Það breytir því ekki, sko, að það vandlar rosalega mikil gírun 2021 og aðgengið, þú veist, jú, hyperliquid bætir aðgengið því að þú þarft ekki að KYC-a þig á það plattform, en það nú lang flestir í kryptó með aðganga Binance eða Bybit eða þessum plattformum sem öll bjóðu upp á okkur að klikkaða gírun, og málið að retail þáttaka almennings var svo langt meiri 2021 og það eru þeir sem eru að fara í þetta 100x. Ég man bara, ég lendi sko ágríns, ég lendi oft í því 2021 og ég hef ekki lent í því síðan, ég hef ekki lent í því síðan og ég lendi oft í, man bara núna í fljótu bræði eitthvað skipt í bíó, eitthvað skipt í klefanum í workclass, það sem voru eitthvað bara svona fellar, þú veist, eitthvað svona tvítur guttar, það voru bara að tala um hvað, já, ég var að opna 100x á Bitcoin, þú veist, var að náði í 59 og 3 og eitthvað, þú veist, og þú veist, þetta, þú veist, ég hef aldrei orðið var við þetta síðan þá, þú veist,
ég er bara að segja, ég ekki að sjá mikið af gaurunum sem eru að fara í bíó sem eru á Hyperliquid, skilur, þó að sé alveg til hana, skilur mig. Og ég er alveg sammála því, en svo, þú veist, að mótið, með þessu sem við erum að tala að það hafi verið svo mikil gírun í gangi, þá erum við þetta líka að sjá þetta þessar, ég veit ekki hvað við köllum að villur eða bögg á bæna sem gerir það verkum og Chainlink líka var eitthvað hana að þú veist að þetta hefði aldrei við orður svona stórt ef þetta hefði ekki haft þessi í þína depeggaðu átturinn ekkert að depegga einhvern veginn og svo framvegis sko. Já, það var margt bara, þú veist, ég meina fólk upplýði bara náttúrulega að það var rænt sko, þennan dag sko, en ég veit ekki, það var nokkri gefið svo að tala um mig og sagt við mig svona skilabúin verið eitthvað á þessa leið að segja sko og ég vil deila bara, að því ég er ekki búin að nefna þetta við, ég vil deila bara að spyrja þig hvernig þér finnst að ég ætti að bregðast við sko að segja sko, já, þú veist, þú er búin að vera eitthvað svona þungur og svartsýnn síðustu þáttum sko, að ég myndi miklu frekar líta á bara, þú veist, þetta er svo geggja tækifæri sko, þú veist, vekja athygli á bara hvað þetta er frábært kauptækifæri og ég svona þetta er búið að vekja mig til talsverðar umhugsunar af því að ég er alveg sammálaði, skiluru, að þetta er mjög gott tækifæri en ég samt fæ mig ekki, þú veist að því hvernig ég orða þetta bara ég minnst að kosti teka þessu hlutverki þannig og ég upplega þannig að þetta sé mikið ábyrgða hlutverk að vera að tala við fólk kryptó, skilur, af því að þetta er ekki bara, mögulega væri ekki upplega að ég væri bara einhver gaur með mitt eigi channel, skiluru en ég upplega þetta allavega eitthvað þannig að ég viðurkenni, ég fæ mig ekki til að eitthvað veginn, ég ekki tekið það fram að persónulega lítja á þetta sem gott tækifæri til að kaupa dífun, en þá tekið ég líka fram, ég hef ekki hugmynd hvar hún að fara að botna, en að samaskapi þá hugsaði líka ok, en það er samt heldur kannski ekki útráðið með því að maður vilja axla eitthvað ábyrgð að það er kannski heldur ekkit endilega ábyrgasta leiðin að vera bara með yfirþyrmandi svarsýni og skilur þunglindi í hverjum þætti eitthvað en fattar aðeins svona dilemmað sem ég er að díla eitthvað við sko. Og þú veist, það sem er staðrend í þessu ég held að bæði staðrend, þetta er leiðilegt, sérstaklega á þessum tímapunkti þar sem að við verum venjulega að fá miklu meiri hækkanir, þetta er sérstaklega leiðilegt í öllu þessu altcoins sem hafa bara lítið gert þetta árið en þú veist engin spurning, minna þú veist ef að þú myndir vera mjög agaður og þú myndir í brauninni bara alltaf kaupa extreme fear eins og við höfum talað og alltaf selja extreme greed, þá er þetta kauptæki fyrir núna, við erum 11 í held ég Já, við erum að 11 hver market cap og nota bene það áttur að uppfærast á morgun það veldur að hvar við lokum þú veist, en eins og í stemdi að þú veist, vorum við undir 81.000 að þá eru að fara að opna morgundaginn undir 10 sko. Já, og þú veist, og ef þú trúir eins og við höfum sagt hérna, ef þú trúir virkilega á að kryptó er ekkert að klárast og hætta og okkur svo framvegis og þá rauninni sko er þetta engin spurning kauptækifæri, eru fleiri kauptækifæri sem er ennþá betri framöndan, við vitum það auðvitað ekki, sko, getur vel verið en ég er alveg, þú veist, sammála þeim þætti í þessu, en þú veist svo getum við alveg setið bara einhverju 4-5 ára og alltaf að vera að tala tækifæri. Við viljum líka fá sölutækifæri. Já. það er nú málið, sko. Veist, en hérna, já, mér finnst þetta... En ég hef aðeins pælt í bara, þú veist, svona... Þú veist, við erum ekkert mikið að tala um svona fréttir núna. Þegar bara markaðurinn er bara einhvern veginn þar. Við þurfum bara að reyna að átta okkur á markaðurinn. En þú veist, það sem ég veist þetta bara svona... Margt áhugavert í þessu er að þetta er alveg svona bear market áhrif á svona út frá fréttum. Koma góða fréttir og markaðurinn bara algjörlega. Já, þú veist, hvað eru neikvæða fréttir? Ég held að það er eitt stór þáttur þessa vikuna sem hefur áhrif og það er það að við vorum fyrir einhverjum vikum síðan í 80% líkum á því að það er því
vaxtalækkun í Bandaríkjunum. Já, alveg, ég ætla að tala þetta einmitt. Bara í byrjun vikunar þá voru við komin niður í 44%. 44%. Ég held við sem komum ennþá neðar núna. Þannig að það svona, markaðurinn að alltaf búast við minni og minni líkur og með þess að sagði einhver, það liggur við að væri bara betra, við værum bara að hugsa að væri 90% líkur það ekki, því að markaðurinn bregst illa við óvissu. Já, einmitt. Það eitt. Svo eitt móti kemur að ef það verður, ef við vinnum hennan þetta semi-coin flip með að við líkunar og það verður vaxtalækkun, þá hlýtur það skila smá bánsi. En fyrirgeðu, halda ára. Svo getum við tekið annað sem að ég svo sem ekki eru ekkert kannski farið mikið fyrir. Manst eftir við vorum að ræða hérna fyrir löngu síðan þegar við fengum hérna dropp, ég held með þess að við höfum setjað í bakari þegar droppið var cash and carry trade Japans áhrifin sem rauninni það að Japan var að hugsa að hækka vexti og það svo margir sem hefðu tekið það svo margir sem hefðu tekið lán 0% vöxtum í Japan og verið að kaupa hlutabréf í Bandaríkjunum. Núna allan fréttin að Japan var að hugsa að hækka vexti. Það getur alveg hefur verið svona cash and carry trade áhrif. Ég las aðeins þetta er svona looming yfir þessu. Þetta verið þeim að vera þannig að markaðan tekur allar neikvæðar mögulegar fréttir og magnar þær upp. Já, og þá ætla ég komið eitt í viðbætt af því að það er bæði jákvætt og neikvætt. Svo búið að vera rosa svona ótti á markaðnum út af þessu sem við höfum aðeins rætt þetta með gervigreinda fyrirtækin þar sem að rauninni var að tala þetta væri búbla og menn væri að gera díla við hvern annan þannig að það sýndi svona meiri hækkun og meiri díla eitthvað sleið sko. Það hefur hrætt markaðin og sama tíma þá miðvikudaginn eða hvort það var í gær skiptir ekki öllu, miðvikudag 5. kemur út hvað heitir það Nývíta var að gefa út alveg rétt, þeir voru að gefa út uppgjörið ársfjórðungsuppgjörið sem kom út betur heldur en spáð var fyrir engin í ákvæður við getum talað fleiri, Abu Dhabi var að bæta við sig Bitcoin Tékkland Harvard var líka að bæta við sig alveg svakalega, þeir hefðu keyptir rúmlega $100 million, þeir voru að kaupa $400 million í viðbót og þú veist, og Abu Dhabi, Tékkland að prófa að kaupa Strategy, þeir keyptu meira 8.178 í vikunni, það aðeins meira en við hefum gert undanfarið þannig að þú veist, við erum að sjá svona og svo kannski bara svona jákvæðast á öllu líku við, sem hefur ekki haft á hraðamarkaðanum og það raunin XRP og Solana sjóðirnir við erum búin að sjá rosalega útflæði úr Bitcoin og ETF, ég held að með þess að vera næstæðasti dagurinn bara úr Bitcoin daginn 2.902 milljónir eitthvað leys. Og svakalegt innflæði í Solana og XRP. Já, það búið að vera stöðugt, 15 dagar straight innflæði á Solana og það búið að vera stöðugt á XRP. Þú veist, við sögðum hindi þættinum að Solana hefði átt besta daginn af öllum kaupallarsjóðum sem var stofnaðar árinu. XRP bara toppaði það rauninni, sko. Wow. Þannig að þú veist, þetta allt, og þú verðum bara að sjá fleiri sjóði koma fram. En þetta með, þú veist, allt sem þú segja, þú veist, ég, sko þú veist, að hluta til langar meila svaraðar þannig að segja, mér líður eiginlega verð þegar þú ert að segja þetta, að því leitnum til að þú veist, maður verður svo mikið stór spurningamerki og þú veist hvernig á maður að skilja þetta? Hvernig á maður að skilja þetta? Af hverju hefur ekkert af þessu negin áhrif? Af hverju hefur þetta ekki að minnsta hvort þau áhrif að XRP heldur sér yfir $2? Skilurðu mig? Já, eina svarið sem að ég á við því bara sálfræði markaðarins, bara þannig, þegar við erum í extreme fear, þá hlustum við bara á neikvæðafréttir, þegar við erum í extreme grít, þá hlustum við á jákvæðafréttir, þannig að markaðurinn ekki taka við þessu. En þú veist, þeir sem eru vanir, sjóðirnir, vantanlega, ég veit ekki hverjir nákvæmlega að kaupa í þessu kaupatarsjóðum, sjóðirnir að hafa trú á Solana og XRP. Sjóðirnir eru jafnvel eitthvað leiti að færa sig frá Bitcoin og Ethereum yfir í þetta og ég alveg sem að ef það væri svona alvöru bullmarket og við værum í einhvers staðar í neutral zone eða svona meira positive, þá ég alveg vissum að við erum í góðum séns núna að fara í altcoin season.
bara við að sjá útflæði og Bitcoin og Ethereum, innflæði XRP og Solana, við varum komin hérna aðeins neðar í listan þessum að þetta altcoin season snýst svolítið sko, en af því að við erum á svo vondarstað þú veist, og kannski auðvitað bara retail, bara skuldar fullt í kreditkortunum sínum og húsunum sínum og öllu ávengan pening. Meina, og þú veist, við hefum getað haldið áfram með einhverja fréttir eitthvað stimulus-check, við erum með 1. desember þá á að hætta þetta svo kallar quantitative tightening, það byrja kannski ekki innflæði eða fullt svona jákvæmt framöndan. Það bara ekki að bregðast við. Nei. Bara minnst leitt að láta þið líða illa með þessum jákvæða fréttum en þú veist, bara horfumstu ok. En ég trúi því samt alltaf, Björn, að þessi reynslan hefur kennt mér á þessum 5 árum í kryptomarkanum að allar þessar jákvæðu fréttir, svona fundamental fréttir líka, þetta ekki bara hver hype frétt, ég meina það sé innflæði í ETF, í XRP og Solana, það fundamental issue. Það að Seðlabankinn í Bandaríkjunum sé að fara í hætta þessum quantitative tightening og færa sig yfir í quantitative easing, það fundamental issue. Og þessi reynslan hefur kennt mér að það verið að sá fræjum sem takir litt nokkra mánuði að vaksa og fara að hafa áhrif. Þannig að, þú veist, ég held í það. Já, og þessar fréttir mögulega svara þessar pælingu sem fékkst þannig fyrirspurnum. Já, auðvitað miðað við allar þessi ákvæða fréttir sem enginn að bregðast við. Þetta þá kauptækifæri? Engin spurning. En þú veist, aftur, ég ætla samt ekki að segja við þig að það mun ekki skapast betri kauptækifæri, ekki séns. Ég bara get ekki svaraði. Nei, þú veist... þetta svona einhver veginn, þú veist, ég bara áðan þegar ég sátt í 810,6, þú veist, þá var ég bara svona wow, þú veist, við erum að fara undir 80 og það hefði verið eitthvað svona sálrænt svakalegt að sjá Bitcoin byrja á 5 stafa tölu og byrja á 7, þú veist, það hefði verið alveg það verið erfitt að fara fram á rúminu undir 78 hvað það klúa 5:30 á morgnana sko. Já, talandi það, þú búin að mæta núna alla bara, þú klikkar aldrei. Ég vil meina áður en þú segir, það langar mér að segja þess svolítið. Þetta orðið greinilega eitthvað vinsælt efni í þættinum. Ég heiti Manni Gær sem endar svona áhugamaður þegar hann mætir í ræktina kl. 6 á morgnana með vini sínum. Hann sagði eitt mesti spenningurinn sem að þeir hafa fyrir þættunum í dag. Það að bíða eftir næsta þætti og heyra hvað Kjartan fór oft í ræktina. Ég finnst leitt að segja þetta, Kjartan. Höldum við bara réttlega. Ég fór vissulega bara einu sinni með ykkur. En það var ekki mér að kenna. Ég tek á mig skuldlaust að það var eitt skipti sem bara, þú veist, ég svæði mig, ég ætlaði að mæta. En ég var vaknaður 6 bæði í morgun og fyrir morgun, það var bara ekki fræðileg, ég ætla að býja í Mosó. Ég held með að ég séð á netinu að þú varst online, þannig ég bakkaði upp með þér. Ég var ég var í Mosó, ég ætla að vera að skuttla annar í Vassendan, hinni dótturinn í leikskóla í miðbæ Reykjavíkur, þannig að ég var svo staðráðinn í að klukka allavega 3-5. Ég náði allavega einum. Ég hugsaði að ég sverða, ég hef ekki meikað að vera og hef allavega ekki mætt einu sinni. Þú jafnaði þig frá síðustu viku. Þú þurftir ekki að nefna þetta. En þau verða fleiri. Þau verða miklu fleiri skiptum. En það gaman að þetta orðið svona þegar menn get ekki verið spenntir fyrir jákvæðum fréttum og markanum, þá verður þeir spenntir fyrir hverju tölfræðin á bak við ræktunardagana. Það verður rosalegt uppgjörinn á næsta föstudag. Ég veit ekki hver krypto verður, en... Gerða, mér þykir rosa vænt þig, en ef ég ætti að velja að Bitcoin væri komið í 100.000 næst, ef þú búin að mætast 5 sinnum í ræktina, þú veist, því miður, þá er ég alveg til ég að hitta ekki á mótnana. Sko. En, það mun allt koma í ljós. Þú á með einhverja jákvæða fréttir? Þú veist, áttamála á því að við erum ekki, þú veist, við getum ekki höggvið á hnútin bara eitt skipt fyrir öll og sagt þetta þessi skýrtum. Við erum múin að koma með nokkrar
skýringar. Við erum alltaf búin að greina svona hvað helst verið að segja. Þetta greinilega vídeo sem vorum að fjallum greinilega fara með eins og eldur sinum internetið. Kannski eitt atrið sem ég hefði viljað nefna en það að vísu bara hræðslu atrið sem á mjög vel vera að sé mjög rökrétt hræðsla. Já, ég skal koma svo með eitthvað jákvætt en það þessi að menn náttúrulega hrættir fólk rætt við það að fara þetta mikið neðar þá verður liquidation snjóbolti hjá þessum skráðu félögum þessum Bitcoin Treasury Companies og að einhver leiti magna hvað lítið búið að fjalla það finnst mér. Þú veist, þegar þú ímyndaðir ef sá snjóbolti fer að stað segjum ég vel að strategy bara haldi sjó ég meina, hann vil meina það að þeir eru ekki með neitt liquidation target og bara ég ætti erfiðast með að sjá það en ég get alveg séð minna þú veist segjum bara þeir haldi sjó tökum bara öll hinn fyrirtæki tökum bara hérna Tom Lee fyrirtæki það gríðarlega, ég sá okkur á töluna það var með rosalegt tap ég held að það var komið með unrealized P&L að það komið yfir $3 miljardar tap þú veist, ef það ekki að hætta það myndist ykkur pressa þá veit ég ekki hvað sko og hann bara ennþá mæti í viðtölu og segir bara 200.000 krónu Bitcoin var líka að hann sé að reyna ekki 200.000 króna $200.000 sagði hann ekki 150 ég heyr hann segja það síðast ég sá allan á Twitter bara rétt fyrir þáttinn 200.000 en þú veist það er svona mér líður smá eins og bankastarfsmaðurinn 2007 sem vissi allt var að fara í skrúfuna en hugsaði samt ég verð samt að halda áfram að segja að það er allt í góðu þangar til allt fyrir til fjandans sko ég er ekki að segja að sé allt að fara til fjandans í þessum en þú veist það er samt svolítið skeri að við tölum þetta fyrst bara í byrjun ársins eða eitthvað held ég það er allavega margir mánuðir síðan þessi áhætta og þú veist og ég átti ekkert endilega von á að við værum svona á svona slæmum stað gagnvart sumum sem fyrirtækjum akkurat núna þessum tíum kannski, ég hugsaði kannski svona næsta vor eða eitthvað svoleið sko það er líka eitt sem var að velta fyrir sér sko núna alltaf er hann að fjármagna þessi Bitcoin kaup Sailor sko með svo mikið af svona convertible bonds þar að segja þá gefur út skuldabréf og svo er þess að option við ákveðin skilyrði að skuldabréf umbreytist yfir hlutafé og þá vaknar spurningin fylgir þessum hlutabrjöfum atkvæðisréttur eins og meginreglan sko ekki nema sérstaklega sér kveða hérna annað ég held ekki Nei, þú veist, það má eiginlega ekki vera því að þú getur rétt ímyndað að það getur verið svona Trojan horse moment skiluru ef ímyndað að það væri gríðalegur andstæðingur Bitcoin ég bara lána Sailor bara ódagmarkaða peningum svo fer ég bara í það að keyra einhvern verði niður og breytir svolítið í hlutafé með atkvæðarsrétti og greiðir bara atkvæða það að við seljum allt Bitcoinið sko. En þetta er svona hypothetical. Ég held að ég hef heyrt það það sé ekki atkvæðarsréttur sem fylgir þessum bréfum en ég verð að veikna, ég er ekki með á hreinu. En allavega þetta er svona þetta helsta. Ég vil kannski segja ég verð bara að segja þetta því að það er enn svona einhver trúðalæti með, þú veist, Tom Lee og okkur svona gauðra sem bara, ég verð svo hneykslaður þegar ég heyri menn tala eitthvað $150,000 Bitcoin, þú veist það er þetta fullir það hér og nú við erum ekki að fara að sjá neitt rally á þessu ári. Við gætum alveg séð eitthvað bounce, mér er það alveg mjög sennilegt sko. Við erum frekar ólíklega allan til að fara í all-time high á þessu ári. Ég leið mér nánast að segja næstu að segja þessi útilokað. Já, þú veist, ef það kemur vaxtalækkun í desember, þá er alveg svona, þá vaknar, en það fer kannski eftir hvar er verðið þegar við færum í vaxtalækkunina. Erum við búin að fá bounce áður? Já, ok, ég tel það samt ólíklegt, það er ekki miskilið mig. Ég tel það gríðarlega ólíklegt. Ég sé að sé undir 10% líkur að við förum í all-time high á næsta ári. Sko, mér finnst minn en 50% líkur. Ég áttam að þetta er tilfinning sem ég er að tala en ég er samt bara fyrir þá sem vilja vita hvað mín tilfinning er. Mér finnst ekki einu sinni coinflip sko, hvort við verðum yfir $100 í lok þess árs. Þú veist, við verðum að horfa stjóðabjörn, við vorum næst í farin undir $80,000 á hann. Ég er ekki að segja, ég trúi þér. Nei, ég veit það, ég er að segja, það er, þú veist, mér finnst þetta að vera miklu meira spurningin sko bara, þú veist, ég vona bara að við sigur fyrir mér, varnarsigur væri bara við fáum einhverja staðfestingu á einhverjum botni fljótlega.
ég væri mjög ánægður að sjá Bitcoin í 90.000 dólarum í lok árs ef við værum að fá okkur að sannfærandi staðfestingu á okkur botni. Og í grunninn, þú veist, fyrir mér hvenar við förum í all-time high, þar að segja, ef við varum að velja á milli hvort við vorum all-time high og þessu ári eða næsta ári, fyrir mér skiptir það engu máli, ég myndi auðvitað vilja sjá all-time high, sko, innan 2 ára, eða, þú veist, en... Já, svo Linn aldrei segir, þú veist, hún reiknar með á næsta ári, ef ekki á næsta ári, sér hún á það næsta. Mér finnst það að vera bara mjög... Já, þá langar mér að koma bara með svolítið svona jánkvæð, sem að tengist kannski örugglega þessu sem að Linn aldrei er að segja, sko. Sko, ef við erum ekki lengur að fylgja þessari 4 ára hringrás, að þá hljótu við að vera að fylgja þessari business cycle, sem rauninni bara svona peningar og umferð og bara markaðurinn í heild sinni meira makró. Að minnstakosti einmitt að þetta hefur heilmikil áhrif, sko, á Bitcoin og krypto, ekki spurning. Og þá ætla ég að segja, það sem er kannski neikvætt sem að við getum séð fram og það þetta búið að vera svona fyrr á hlutabréfamarkaði. Ef hlutabréfamarkaðurinn fyrir eitthvað keiri eitthvað niður, þá munum við fara miklu neðar. Við skulum hafa það á hreinu. En það sem mér langar að segja, sko, að þú veist, fyrsta skipti í sögunni Bitcoin ekki ná að fylgja eftir peningamagni umferð, en ef við trúum því að það muni halda áfram að fylgja, þá mun það fylgja því, það mun elta gullið og ef að kemur vaxtalækkanir núna á næsta ári og allan á næsta ári, þá fara meiri peningamagni umferð, þá muni þessi markaðar halda áfram að við verðum ekki í bermarkaði í fyrstu 4 mánuðum ársins. Herru, ég verð að spyrja, að þú tala um þetta, getur þú tjekka á Bitcoin-verðinu akkurat núna? Af því ég svolítið forðið, ég var að fá tilkynningu í úrið mitt, sem segir, just in, December rate cuts odds, spike from 27% to 70% eftir Dovish Fed comments. Ok. Og það hefur verið ástæðan fyrir bánsinu en rétt árum við komum og mögulega þá ekki meira báns. Nei, Bitcoin er 83.728. Já, ok, það er bara í svipa. En þetta er 100% ástæðan fyrir því að það kom þetta báns úr 80,6k í átti. Þannig að nú hefur verið að segja þessi 70% líkur. Já, það var bara, í morgun var það bara eitthvað í kringu 40. Já, en ég að segja, það er eitthvað ástæða svona báns, ég veit að þetta er ekki stórt báns, en að fara á 80,6 og upp í 84 á, sko, þetta gerist á 1 mínúti eða eitthvað, það gerist ekki nema að sé eitthvað skýring, sko. Það er nú jákvætt Kjartan að markaðurinn hafi verið að bregðast aðeins við jákvæðum fréttum. Já, en þú getur eftir ímyndar þá, ef þess að 70% líkur klikka og svari verður nei, engi vaxtalækkun, þá er bara, þú veist. Já, og þetta er ekki beint jákvæða frétt, já, jú. Þú veist, já, ég veit það ekki. Herðu Björn. En við skulum bara vona að besta á næstunni og í byrjun næsta árs. Við gerum það og við sjáumst á mánudaginn klukkan 05:59 fyrir utan dyrnar á Workclass. Ég veit að þú eru mættur því þú ert alltaf mættur 05:55 Þú erum að setja þetta á Instagram myndkaupa. Já, jólega. TikTokið. Ég er svo lítið þar. Þú ert mikið á TikTokinu. Björn Haraldsson, ég þakka þér kærlega fyrir þetta spjall og ég þakka ykkur kæra hlustundur fyrir hlusturna og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuleiðinni þangað til næst, verið þér sæl.